Hvernig hefurðu það? Gaman að kynnast þér. Þemmað að þessu sinni er 10 plákurnar. Kafli 6. Höfundurinn er Abraham Park. Markmið 10 pláanna. Á dögum Nóa beindi Guð sjónum sínum að jörðinni, spilltri og ofbeldisfullri, í dómi flóðsins. 1. Mósebók 11 mínútur yfir 6 minnir á, en jörðin var spillt í augum Guðs. Og jörðin var full af ofbeldi. Guð leit til jarðarinnar og sjá, hún var spillt. Því að allt hold hafði spillt vegi sínum á jörðinni. Á sama hátt beindi Guð sjónum sínum að landinu í dómi sínum með 10 pláhunum. Eftaland, þegar 10 plákurnar áttu sér stað. Undirstrikar Biblían stöðugt og skýrt eftaland sem aðalmarkmið þessara dóma. Því er mikilvægt að skoða hverja af 10 pláhunum frá sjónarhóli landsins. Þar sem þetta leiðir í ljós verðmæta endurlausnarlexíu. Biblían segir eftirfarandi í 2. Mósebók, kafla 7-10 og 12. Í fyrsta lagi, varðandi blóðblákuna, sagði Drottinn. Blóð mun vera allt eftaland, bæði í trégerum og steingerum. Í þessari pláu fyllti blóð allt eftaland og ekkert drykkjarvatn var eftir. Vatnið í ánni breyttist í blóð, svo að allir fiskarnir dóu og ólykt steig upp af. Í öðru lagi, meðan á frosklákunni stóð, komu fjölmargir froskar upp úr vötnum í eftalandi, á lækjum og tjörnum og huldu allt landið. Eftir að froskarnir dóu, söfnuðust þeir saman í hrúgum og mynduðu ógeðfellda, útbreytta lykt. Í þriðja lagi, meðan á mýblugblákunni stóð, rétti Aron út staf sinn og sló duft jarðarinnar í samræmi við orð Guðs. Svo að það yrði að mýi allt eftaland. Þannig urðu mýi á mönnum og dýrum. Allt duft jarðarinnar varð að mýi allt eftaland. Í fjórða lagi, meðan á flugublákunni stóð, fylltu flugusvermir hús efta og jörðina sem þeir búa á, landið var lagt í eyði af flugusvermum. Á þessum tíma afgreindi Guð Gósenlandið þar sem Ísraelsmenn bjuggu svo að engir flugusvermir flugu þangað og sagði, til þess að þér vitið að ég, Drottinn, er mitt í landinu. Í 5. lagi dó allt búfé efta á akrinum í Drepsóttinni. Guð aðgreindi búfé Ísraelsmanna frá búfé efta, svo þótt allt búfé efta dó ekki eitt einasta af búfé Ísraelsmanna. Í 6. lagi, á meðan á bólgublákunni stóð, urðu 2 handfyllir af sóti úr ofninum að fínu ryki yfir allt eftaland og umbreyttust í bólgu sem braust út með sárum á mönnum og dýrum allt eftaland. Bólgan hrjáði töframennina, sem og alla efta. Í 7. lagi féll hagl yfir menn, dýr og allar plöntur á ökrunum allt eftaland og eldur rann niður til jarðar. Haglið lenti á öllum plöntum á ökrunum og braut öll tré. Samt sem áður var ekkert hagl í Gósenlandi þar sem Ísraelsmenn bjuggu. Í 8. lagi fylltu engisbrettur hús Faraós, hús allra þjóna hans og alla efta á meðan á þeirri pláu stóð. Ótalmargir engisbrettur huldu yfirborð landsins og átu plönturnar sem sluppu við skaða í haglblákunni svo ekkert grænt varð eftir í öllu eftalandi. Í 9. lagi, meðan myrkrið geisaði, gátu eftar ekki séð hver annan í 3 daga, þá dimmu sem ríkti allt eftaland og enginn gat farið úr heimkynnum sínum. Þó var ljós í Gósenlandi þar sem Ísraelsmenn bjuggu. Í 10. lagi, varðandi frumburðablákuna, segir Biblían, miðnætti laust Drottinn alla frumburði í eftalandi frá frumburði Faraós, sem sat í hásæti sínu, til frumburðar bandingjans, sem var í dýflissunni og alla frumburði nautgripana. Faraó reis upp nóttina, hann og allir þjónar hans og allir eftar, og mikið neyðarkvein varð í eftalandi. Því að ekkert hús var þar sem ekki væri dauður maður. Í Biblíunni, í Sálmabókinni, kafla 105 og 106, segir eftirfarandi. Guðlaust eftaland vegna þess að það var saurað af synd. Listi yfir syndir sem spilltu landinu var meðal annars kúgun og morð á útvöldu Ísraelsþjóðinni, ómannúðleg meðferð þeirra og útbreytt skurðgoðadýrkun. Samkvæmt ritningunni saurar synd landið. Í Biblíunni, í Jesaja-bók, kafla 26 og 24, segir eftirfarandi.
Biblían bendir oft á að landið fyllist blóðsúthellingum þegar syndin magnast. Eftirfarandi eru dæmi syndir sem saurga landið. Í Biblíunni, í Jeremíabók, kafla 3 og 16, segir eftirfarandi: Kynferðislegt siðleysi vanhelgar landið, blóðsúthellingar vanhelga landið, veðurstigðir vanhelga landið, Esra-bók 11:9. Lík vanhelga landið, skurðgoðadýrkun vanhelgar landið, brot á lögum og lögum vanhelga landið. Landið ber vitni allar syndir sem fólkið drýgir í því. Það er fullkomlega meðvitað hvað gerist og vitnar verk þeirra, 5. Mósebók 26:4. Þegar Kaín drap Abel bar landið sjálft vitni glæp hans. Í 1. Mósebók 10:4 segir: Heyrðu blóðbróður þíns hrópa til mín af jörðinni. Nú ert þú bölvaður af jörðinni, sem opnaði munn sinn til að taka við blóði bróður þíns af hendi þinni. Jesaja 26:21 segir: Jörðin mun opinbera blóðsúthellingar sínar og mun ekki lengur hylja þá sem hafa fallið. Jóbsbók 27:8 segir: Himnarnir munu opinbera misgjörð hans og jörðin mun rísa gegn honum. Orðið opna er notað í pílstofni hebreska orðsins galahá og þýðir að afhjúpa. Afhjúpa eða afhjúpa. Orðið rísa er skrifað sem endurspegilunarbygging orðsins og vísar ekki til þess að standa upp. Heldur til þess að saksóknari standi upp fyrir dómi til að leggja fram sönnunargögn glæp syndara, eða til þess að vitni standi upp til að gefa öruggan vitnisburð til að sanna sekt syndara. Í þjáningum sínum bar Jób fram ástríðufulla bæn nauð sína og sagði: Gjörð, hyl ekki blóð mitt og lát engan hvíldarstað vera fyrir kvein mitt. Jóbsbók 18:4. Jób ákallaði jörðina að opinbera blóð sitt til að réttlæta sig fyrir ranglætinu. Í nýja alþjóðlega útgáfunni segir: Jörð, hyl ekki blóð mitt, lát kvein mitt aldrei hvílast. Þannig kallar land sem óhrengað var af óhóflegum syndum dóm yfir sig. 1. Mósebók 11:6 afhjúpar orsök dómsins með flóðinu á dögum Nóa með því að segja: Jörðin var spillt í augum Guðs og jörðin var full af glæp. Guð leit til jarðarinnar og sjá, hún var spillt, því að allt hold hafði spillt vegi sínum á jörðinni. Dómurinn með flóðinu stafaði af útbreyttri synd og ofbeldi sem fyllti jörðina. Guð beindi 10 plágunum að landinu vegna þess að eftirland framdi mjög alvarlegar syndir og skildi landið eftir óhreint og fullt af blóði. Biblían varaði oft við því að þegar landið er óhrengað af synd, muni það spúa út íbúum sínum sem hafa framið þessar syndir. 3. Mósebók 25:6. Eftirland var gegnsýrt af skurðgoðadýrkun. Kúgaði útvalda þjóðina með þrælkunarvinu og jafnvel myrti opinberlega drengi til að koma í veg fyrir velmegun Ísraels. Postulasagan 34:7. Vegna þess að landið var saurað af blóði slíkrar syndar. Sendi Guð 10 plágurnar yfir það sem algeran dóm og hefnd. Eftirlandsvöllurinn. Sálmur 78:40 segir: Þegar hann gjörði tákn sín í eftirlandi og undur sín á sóanvelli. Táknin og undur, mofet, á hebresku vísa til 10 plágana sem gengu yfir eftirland. Plágurnar 10 beindust að þjóðinni með áherslu á sóan, sléttlendi staðsett í Nílarósa í Norður-Eftalandi, 4. Mósebók 22:1. Það var kallað Tannis á helleníska tímanum. Sóan virðist hafa verið miðstöð eftirlands þar sem faraó og embættismenn hans bjuggu, Jesaja 19:1. Orðið völlur, sate, á hebresku þýðir sléttlendi, kjarvegur, gjörð. Úti og er andstæða við borgina eða inni í húsinu, 1. Konungabók 16:4. Völlurinn er viðkvæmur staður sem er berskjaldaður fyrir ógnum frá villidýrum, þjófum, hungri og þorsta. Þar sem engin vernd er veitt, Míka 10:4.
Á erfiðleikatímum býður það upp á öryggi og vernd að vera inni í borginni eða á heimilinu. En að vera úti á akri skilur mann eftir í viðkvæmum og ömmurlegum aðstæðum. Af 10 plágunum dundu 3 plágur yfir akurinn, 5. drepsóttarplákan, 7. hagsplákan og 8. engisbrettuplákan. Fyrst dóu búfénaðurinn á akrinum í drepsóttinni. 2. Mósebók 9:3 varar við, sjá, hönd drottins mun koma með mjög hörðum drepsóttum yfir búfénað þinn sem er á akrinum, yfir hestana, yfir asnana, yfir úlfaldana, yfir nautgripina og yfir sauðfénaðinn. Í Biblíunni, í 9. kafla 2 Mósebókar, segir eftirfarandi: Daginn eftir gerði Guð eins og hann lofaði og allur búfénaður dó. Drepsóttin var ólík fyrir plágum þar sem Guð setti ákveðin tímaramma og varaði við og sagði: Á morgun mun drottinn framkvæma þetta í landinu. Eins og orð hans stóð skall plákan á, daginn eftir. Hefðu eftir hlustað á þessa viðvörun hefðu þeir getað skýlt búfénaði sínum frá akrunum áður en morgundagurinn kom. Áður en plákan skall á gaf Guð þeim tækifæri til að iðrast og sýndi þar með hugursemi sína og löngun til að lágmarka manntjón. Megintilgangur drepsóttarinnar var ekki að valda útbreittum dauða meðal búfjárins, heldur að greina skýrt á milli búfjár Ísraels og búfjár eftalands. Svo að Faraó myndi óttast Guð og leyfa Ísrael að fara. Í öðru lagi sló hagsplákan alla menn, búfénað, plöntur og tré á víðavangi. 2. Mósebók 19:9 varar við. Sendið nú og komið með búfé ykkar og allt sem þið eigið á víðavangi í öruggt skjól. Sérhver maður og skepna sem finnst á víðavangi og er ekki flutt heim þegar haglið fellur á þau. Mun deyja. Orðið akur er einnig, sati, á hebresku. Eins og varað var við sló hagsplákan akra eftalands. Í 2. Mósebók 25:9 segir: Haglið lenti á öllu því sem var á víðavangi allt eftaland, bæði mönnum og dýrum. Haglið lenti einnig á öllum jurtum vallarins og braut öll tré vallarins. Þar af leiðandi varð allt sem var opið á víðavangi fyrir skaða, en allt sem var haldið inni bæði fólk, dýr, plöntur og tré var óhjult. Meðan hagsplákan geisaði gáfu jafnvel sumir þjónar Faraós gafum að viðvörun Guðs og færðu þjóna sína og búfénað inn í hús sín. Í 2. Mósebók 20:9 segir: Sá af þjónum Faraós sem óttaðist orð drottins lét þjóna sína og búfénað flýja inn í húsin. En sá sem ekki gaf gafum að orði drottins lét þjóna sína og búfénað sinn vera úti. Orðið flýja, nus, á hebresku þýðir að flýja eða komast undan. Þetta orð var notað til að lýsa því hvernig Lót flúði. Til litla bæjarins Sóar á meðan borgin Sódóma var eyðilögð. 1. Mósebók 20:7 Og þegar Ísraels maður drap óviljandi annan mann og flúði í griðastað, 4. Mósebók 35:6. Koma mannsonarins verður eins og dagar Lóts, Lúkas 28:5. Við endi veraldar. Þegar Guð dæmir og eyðileggur akra Babýlonar, það er að segja heiminn, mun hann örugglega búa sér griðastað fyrir sína heilögu. Opinberunarbókin 18:2. Í opinberunarbókinni fékk konan, klædd sólinni, 2 vængi hins mikla arnar og hún flaug út í eyðimörkina til síns staðar fjarri návist höggormsins. Opinberunarbókin 14:12. Þeir sem óttast orð Guðs munu finna vernd og öryggi í griðastað hans. Jafnvel í miðri þrengingum. Í 3. lagi, á meðan engisbrettuplákan geisaði, voru allar plöntur og ávextir trjána á akrinum étnar upp. Í 2. Mósebók korter yfir 10 segir: Þeir huldu allt landið, svo að landið myrkvaðist. Þeir átu upp allar jurtir landsins og allan ávöxt trjána, sem haglið hafði skilið eftir. Þannig varð ekkert grænt eftir á trjám eða jurtum vallarins allt eftaland. Þessi fullyrðing undirstrikar að engisbretturnar átu upp allt sem haglið hafði skilið eftir.
sem undirstrikar enn frekar þá miklu andstæðu sem sást í hagplákunni. Flestir hunsuðu orð Guðs og skildu þjóna sína og búfé eftir úti á akrinum til að deyja. En þeir sem óttuðust orð hans færðu þau inn í örugt skjól húsins. Í Biblíunni, í 1. Mósebók, kafla 25, 16, 10, 9, 41, 46, 47 segir eftirfarandi: Þessi atriði minnir einnig á Esau. Mann á akrinum, Sate, á hebresku, land, og friðsælan, Tam, á hebresku, saklausan, heilan, bróður hans Jakob. Jakob dvaldi í tjaldinu, húsinu, og naut þess að heyra og læra orð Guðs frá trúarvorfeðrum sínum en Esau kaus frekar að fara út á akur. Að lokum fyrirleit Esau frumburðarétt sinn og seldi hann yngri bróður sínum fyrir brauð og skál af linsubaunasúpu. Þar að auki var Ísmael, sem Abraham fæddi vegna mannlegra hugsana og langana. Bölvaður til að verða, villimaður asni. Á hinn bóginn bjó Ísak, fyrirheitni sonur Guðs, í tjöldum með Abraham, Hebreabréfið 11:9. Guðræknir heilagir ættu ekki að búa á ökrum þessa heims heldur ættu þeir að leitast við að vera gleðilega í húsi Guðs, tjaldi hans og kirkju hans. 1. Tímóteusabréf korter yfir 3. Akrarnir tákna hættulegan stað þar sem dómur fellur, en húsið þjónar sem örugt akkvarf frá ógæfu. Land Hams. Í Biblíunni er Eftaland, skotmark hinna 10 pláka, kallað land Hams. Til dæmis lýsir sálmarnir Eftalandi sem tjöldum Hams og landi Hams, sálmur 105:23. Á hebresku þýðir nafnið Ham svartur eða heitur. Hvers vegna vísar sálmaskáldið til Eftalands sem var sleginn af 10 plógum Guðs sem land Hams. Í fyrsta lagi var Misræm, forfaðir Efta. Einn af sonum Hams, í 1. Mósebók 10:6 segir, synir Hams voru Kús, Misræm, Pút og Kanaan. Hér vísar Misræm til forveðra Efta. Í 2. Mósebók, 1. kafla, segir eftirfarandi í Biblíunni. Fleirtala af Misræm er notuð vegna þess að Eftaland var sögulega skipt í Efri-Eftaland og Neðri-Eftaland. Kús, á hebresku, svartur, var nafn frumburðar Hams og faðir Nimrós. Kús er þekktur sem samnefndur forfaðir Fornethíópíumanna. Pút, á hebresku, bjó í Líbíu. Kanaan, á hebresku, að vera láglendi, var forfaðir Kanaaníta. Meðal afkomenda Hams hafði Misræm. Forfaðir Efta, mest landsvæði og völd. Því var Eftaland kallað land Hams vegna þess að það kom til að tákna Ham og afkomendur hans. Ættartal sona Hams í 10. Mósebók er skipulagt í töflur í 3. útskýringunni. Í öðru lagi óhlýðnaðist Eftaland vilja Guðs og hunsaði það. Eftir flóðið sá Ham, annar sonur Nóa. Nekt Nóa þegar hann lá nakinn inni í tjaldi sínu eftir að hafa drukkið vín. Ham sagði bræðrum sínum frá því fyrir utan tjaldið. Orðið, sagt nagat, á hebresku, í 1. Mósebók 22:09 þýðir, að segja frá eða lýsa yfir. Ólíkt sem og Jabet, sem huldu skömm föður síns, afhjúpaði hann skömm föður síns af eigin frumkvæði fyrir umheiminum. Hebreska orðið magat er stundum notað í merkingunni að ræja, svíkja eða útskýra. Þetta bendir til þess að hann hljóti að hafa opinberlega vanvirt Nóa með því að bæta við eigin íkjum og túlkunum eins og hann væri að afhjúpa einhverja leyndarmál föður sinn. Eftir að Nói bölvaði Ham var nafn hans samheiti við, sá sem stendur gegn og hunsar föður sinn. Meðal afkomenda Hams varð Misræm forfaðir Efta. Þjóðar sem sögulega stóð gegn og hunsaði Guð meira en nokkur önnur þjóð. Þar af leiðandi var Eftaland sérstaklega kallað land Hams. Jafnvel eftir að fara á heyrði orð Guðs fyrir milligöngu Mós og Arons, svo segir Drottinn, Guð Ísraels, leyfið fólki mínu að fara, svaraði hann hrókafullur, hver einn er Drottinn. Að ég skuli hlýða röddu hans til að leyfa Ísrael að fara. Ég þekki ekki Drottinn og auk þess mun ég ekki leyfa Ísrael að fara, 2. Mósebók 5. Með því að óhlýðnast Guði og hafna honum.
Felldi faraó dóm yfir land Hams með 10 plágum, Sálmur 106 á móti 22. Í Sálmi 105 á móti 27 segir einnig: Þeir unnu undurverk hans meðal þeirra og kraftaverk í landi Hams. Sérhvert land sem stendur gegn Guði og hunsar hann mun óhjákvæmilega standa frammi fyrir dómi. Í 3. lagi rættist spádómur Nóa Ham og afkomendur hans í Eftalandi. Þegar Nói vaknaði af víni sínu og áttaði sig á því hvað synir hans höfðu gert honum, lýsti hann yfir: bölvaður sé Kanaan. Þræll þjóna skal hann vera bræðrum sínum. Hann hélt áfram: lofaður sé Drottinn, Guðsems, og Kanaan verði þræll hans. Lykilboðskapurinn hér er sá að Kanaan yrði þræll Sems. Þessi spádómur gat ekki ræst svo lengi sem Ísrael, afkomendur Sems, lifðu undir stjórn Eftalands. Til þess að þessi spádómur rættist þurfti Ísrael að yfirgefa Eftaland og fara inn í Kanaanland og sigra Kanaanita. Þar af leiðandi er Eftaland kallað land Hams þar sem spádómur Nóa Ham og afkomendur hans byrjar að birtast þar. Guð efndi sáttmála sinn með því að leiða frumburð sinn, Ísrael, út úr landi Hams sem réði yfir þeim í 400 ár og inn í Kanaanland. Sami Guð mun einnig uppfylla sáttmála sinn í dag með því að leiða fólk sitt sem er undir stjórn Satans í heimi eins og landi Hams til himnaríkis. Biblían undirstrikar hinn mikla mun á tjöldum Kams og tjöldum Sems. Þótt tjöldum Kams væri bölvuð voru tjöld Sems blessuð. Sálmur 78 á móti 51 segir: Hann laust alla frumburði í Eftalandi, frumburði þeirra í tjöldum Kams. 1. Mósebók 26 mínútur yfir 9 segir einnig: lofaður sé Drottinn, Guðsems. Guð gefi Jabet víðáttumikið land og láti hann búa í tjöldum Sems. Í hebresku er orðasambandið lát hann búa í tjaldbúðum Sems, veiskon beahólei, sem. Hann, í þessu versi má skilja sem vísun annað hvort til Jabets eða Guðs. Walter Kaiser, bandarískur evangelískur fræðimaður, túlkaði þetta orðasamband sem vísun til Guðs og þýddi að Guð muni búa í tjaldbúði Sems. Þegar Nói lá ölvaður og berskjaldaður tóku Sem og Jabet klæði. Gengu aftur á bak og huldu nekt föður síns án þess að líta á hann. Með því að heiðra föður sinn og hylja skömm hans urðu Sem og Jabet synir sem venduðu reisn föður síns og voru þannig blessaðir. Í 4. lagi var Eftaland framandi land sem Ísraelsmenn áttu að yfirgefa. Eftaland tilheyrði afkomendum Hams, ekki semítum, Ísraelsþjóðinni. Því átti Ísrael ekki að vera áfram í Eftalandi. Því landið sem þeir áttu að erfa var Kanaan. Af þessari ástæðu vísar Biblían til lands Hams og þeirra lands en ekki okkar lands. Í Sálmi 105 á móti 23 segir: Ísrael kom einnig til Eftalands. Jakob dvaldi sem útlendingur í landi Kams. Orðið útlendingur, kur, á hebresku þýðir að lifa sem útlendingur. Sama hversu frábært það kann að virðast að búa í Eftalandi. Þá var það aðeins tímabundið bústaður fyrir Ísrael. 1. Krónikubók 29 á móti 15. Eftaland var ekki varanlegur bústaður fyrir Ísrael, heldur land sem þeim var ætlað að yfirgefa. Jafnvel núna lokkar faraó þessa heims stöðugt trúaða svo að þeir gleymi eilífum sáttmála Guðs og tryggir þeim að búa varanlega í tjöldum Kams og þjóna sem þrælar hans. Hann lætur þá falla í snörru djöfulsins. 1. Tímóteusarbréf 3 á móti 7 og flækir þá í synd og heldur þeim í ævilöngum fjötrum. Jóhannes 34 mínútur yfir 8. Í dag erum við kölluð til að hætta að lifa sem þrælar syndarinnar heldur þjóna sem þjónar Guðs. Rómverjabréfið 22 mínútur yfir 6. Hugtakið þjónar, efið, á hebresku, vísar ekki einfaldlega til þræla, heldur vísar það til þeirra sem trúfastlega framkvæma vilja Guðs og lifa nálægt honum og taka á móti kærleika hans. 4. Mósebók 12 á móti 7. Í 1.
Korintubréfi 22 mínútur yfir 7 segir því að sá sem kallaður var í drottni sem þræll frelsingi drottins og sá sem kallaður var frjáls þræll Krists. Þér eruð keyptir verði. Verðið ekki þrælar manna. Að lokum greinir 1. Mósebók 10 frá 14 afkomendum Jabets en alltaf 30 afkomendum Hams. Fyrstu afkomendur Hams, sem voru staðsettir í Nílardalnum og fornum héruðum Palestínu, áttu frjósamt land og víðáttu mikið landsvæði. Miðað við sterka líkamsbyggingu þeirra hljóta þeirra að hafa notið gnægðar og velmegunar. Hins vegar, eins og spáð var í bölvuninni yfir Ham, minnkaði máttur þeirra með tímanum. Þetta gefur til kynna hvernig kraftar sem standa gegn endurlausnarverki Guðs geta virst yfirþyrmandi sterkir í fyrstu, en að lokum verða þeir bölvaðir og gjöreytir. Gósen, eina landið sem aðskilið og verndað. Þótt Guð dæmdi Eftaland með 10 plágum, verndaði hann Gósenland þar sem Ísraelsmenn bjuggu. Í 4. flaunablákunni lýsti Guð yfir í 2. Mósebók 22 mínútur yfir 8. Á þeim degi mun ég aðgreina Gósenland þar sem fólk mitt býr, svo að þar verði engar flugusvermur, svo að þú vitir að ég, Drottinn, mitt í landinu. Orðin aðgreina, palahá. Á hebresku þýða að greina eða að marka. Á sama hátt í 7. hagsplákunni sló hagl ekki Gósenland og í 9. myrkurblákunni var ljósið enn í heimilum Ísraelsmanna í Gósen, 2. Mósebók 9:10. Gósen, sem staðsett í suðausturhluta Nílarfljótsins, reyndist hentugt fyrir fjárhirði, lífsviður væri Ísraelsmanna. 70 fjölskyldumeðlimir Jakobs fluttu til Gósen þegar Jósef var næststjórnandi Eftalands. Þeir settust að og bjuggu í því landi þar til fólksflutningarnir fóru úr Eftalandi. Gósen var einnig kallað besta landið í landinu, í landi Ramses. Orðið Gósen dregið af eiska orðinu sem þýðir musteri sólarinnar. Þótt Eftar tilbáðu sólina sem Guð sinn, hinn sanna sól hinna trúuðu, hinn lifandi Drottinn Guð. Sálmur 8:10-4 á móti 11 lýsir yfir því að Drottinn Guð sól og skjöldur, Drottinn veitir náð og dýrð. Hann synjar engu góðu þeim sem ganga í réttsýni. Á sama hátt lýsir Jesaja 6:10 á móti 20 yfir, sól þín mun ekki lengur setjast og tungl þitt mun ekki dvína, því að Drottinn mun vera þér eilíft ljós. Og sorgardagar þínir munu líða undir lok. Ennfremur Jésús Kristur hinn sanna sól fyrir trúaða. Lúkas 1:70-8 segir, vegna miskunnar Guðsfors sem sólarupprásin af hæðum mun vitja okkar. Til að lýsa yfir þá sem sitja í myrkri og skugga dauðas, til að leiða fætur okkar á veg friðarins. Það verður engin þörf á sólinni og tunglinu í nýju Jerúsalem. Því Guð og lambið verða eilíft ljós, Opinberunarbókin 23 mínútur yfir 9. Þannig trúaðir kallaðir til að verða musteri Guðs, musteri Jesú Krists og musteri heilags anda, 2. Korintubréf 16 mínútur yfir 6. Þeir munu búa í andlega landi Gósen, hljóta vernd og hjálpræði jafnvel mitt í plágum hinna 7 innsigla, 7 lúðra og 7 skála sem lýst í Opinberunarbókinni. Höfundur þessarar bókar Abraham Park. Abraham Park var viðurkenndur guðfræðingur í heimsklassa með einstakkan sálgæsluanda. Hann hafði helgað allt sitt bæn og ritningunni og lesið Biblíuna yfir 1800 sinnum. Í gegnum alla sína þjónustu var hann sannur prestur sem elskaði kirkjuna og söfnuðinn eins og sín eigin börn. Dagleg stundaskrá hans samanstóð af 2 tíma bænum og 3 tíma biblíuleistri, auk stöðugrar prédikunar og trúboðs. Með sannfæringu að deyja að lifa, gerði hann sitt besta í bænalífi sínu til Guðs í 3 ár, 6 mánuði og 7 daga í djúpum fjöllum. Þegar sólin settist gerði hann ekkert annað en að biðja. Og þegar sólin reis gerði hann ekkert annað en að lesa Biblíuna. Þá, loksins, skein einn geisli náðar á hann.
Með kraftmikilli uppljómun heilags anda og fyrir náð Guðs birtust atriðin í Biblíunni eins og víðmynd fyrir augum hans. Þessar atriði voru skrifuð niður á stór örvarótarlauf sem voru bundin saman með grein. Þau voru síðar umrituð á pappír sem keyptur var í þorpi undir fjallinu á nokkura mánaða fresti. Þannig hófust predikanir Abrahams Parks. Margir eru hrifnir af Abraham Park á eftirfarandi hátt. Hvernig getur manneskja elskað svo marga? Hvernig getur manneskja haft svona mikil áhrif á svo marga? Hann er svo vinnusamur, hvílist aldrei. Hann hætti aldrei að biðja. Hann á skilið að vera sannarlega heiðraður fyrir hollustu sína við kirkjuna og söfnuðina. Sannur og trúr verkamaður Guðs.